Komið þið sæl og velkomin í viðskipti á Hringbraut, viðskiptafréttir síðustu daga, fækkun bensínstöðva, lífleg viðskipti í Kauphöllinni, Innovation House hér á Eiðistorgi og neikvæðin í púkinn. Þetta eru málmálana hjá mér í þættinum í kvöld. Ég ræði við Jón Ólaf Halldórsson, forstjóra Ólís og formann samtaka verslunar og þjónustu fækkun bensínstöðva. Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður viðskiptaráðs, kemur að ræða við mig viðhorf til viðskipta og samfélagsins og ofeldi neikvæðni púkans. María Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Innovation House hér á Seltjarnarnesi, ræði við mig þetta magnaða frumkvöðlasetur á Eiðistorgi. Að venju lítum við inn í Kauphöllina, Nasdaq Iceland, en við byrjum á nokkrum viðskiptafréttum síðustu daga. Úrvalsvísitalan heldur áfram að hækka og hefur verið kátt í Kauphöllinni að undanförnu. Hún hefur aldrei verið hærri eftir hrun. Í lok síðasta mánudags hafði úrvalsvísitalan hækkað 33,5% frá áramótum eða á aðeins rúmum 4 mánuðum. Hún hefur hækkað 25% á síðustu 12 mánuðum. Fyrirtæki eins og Marel, Síminn, Reitir og Origo hafa hækkað verulega í verði að undanförnu. Hækkun Marels ævintýraleg og nálgast félagið óðfluga 400 milljarða verðmætamúlin. Hækkunin í Símanum rakin til þess að fjárfestingafélagið Stoðir hefur stóraukið hlut sinn í félaginu að undanförnu. Síðastliðinn föstudag var tilkynnt að það ætti 8,1% hlut í Símanum. Þrátt fyrir 6,7 milljarða króna tap Icelandair á fyrsta ársfjórðungi hefur gengi félagsins ekki breyst að neinu ráði frá því félagið tilkynnti þessa afkomu sína. Gengi var 10,1 í lok síðastliðins mánudags. Búist við nokkru valdatafli á hluthafafundi hjá Skeljungi 27. maí næstkomandi. Stjórn Skeljungs barst erindi frá 365 miðlum þar sem farið var fram á að boða verði til hluthafafundar þar sem 365 miðlar vilja endurnýja umboðsstjórnar félagsins sem tók við fyrir aðeins rúmum mánuði síðan. 365 miðlar eru í eigu Ingibergar Pálmadóttur að mestu leyti og með rétt rúman 10% hlut í Skeljungi og eru orðnir stærsti hluthafi fyrirtækisins. Björgólfur Thor Björgólfsson, fjárfestir, á meðal 100 ríkustu manna Bretlands samkvæmt samantekt The Sunday Times. Bakkavarabræður Ágúst og Lýður Guðmundsson eru á meðal þeirra 1000 ríkustu. Eignir Björgólfs Thors eru metnar á 270 milljarða, bræðurnir Ágúst og Lýður eiga 90 milljarða samkvæmt Sunday Times. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, tilkynnti á dögunum að borgin ætla að fækka bensínstöðum í borginum helming á næstu 6 árum og segir þegar borgin vill þróast hratt frá notkun jarðefnaeldsneytis vegna loftslagsmála liggur beint við að finna leiðir til að fækka bensínstöðum. Þetta voru viðskiptafréttir síðustu daga en við ætlum að byrja á bensínstöðunum. Hingað kominn Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Ólís og formaður samtaka verslunar og þjónustu. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Fækkun bensínstöðu í Reykjavík. Ætla Dagur að kaupa núna helming allra bensínstöða á olíufélögunum? Já, það hefur nú svo sem ekki komið fram með hvað hætti þau ætla að gera þetta en það hefur þó komið fram að það verði einhvers konar hvatar fyrir olíufélögin að koma á borðinu. Mér langar nú að bara taka fram strax. Já. Ég ekkert andvígur því að mótfællir á nokkurn hátt að taka þetta samtal og skoða þessa þróun. Já. Ég hef hins vegar bent á það að mér finnst þessi tími sem ætlaður í þetta verkefni allt of skammur því ég held í rauninni að þessi orkuskipti sem vissulega er á sjóndeildarhringnum að þau mun ekki gerast svona hratt og leið verið að tilkynna borgarbúum það að það verið að skerða aðgengi að þessari þjónustu sem hefur nú byggst upp hér í áranna rás og eftirspurn hefur verið eftir, það verið að þrengja mjög að aðgengi að þessari þjónustu og það held ég að eftir að koma í ljós að borgarbúar kannski eru ekki alveg sammála Sko, þú ert líka formaður eins og ég sagði og í kynningunni, þú ert formaður samtaka verslunar og þjónustu og menn hafði verið að spyrja sig að því hvernig getur allt borgin komið að svona þessu máli og sagt við viljum fækka hér helming svona án þess að vera með mikið samtala baki sem manni finnst ekki hafa á sér stað í þessu máli. Já, ég sem formaður samtakana, ég tek undir það, ég svolítið hugsi yfir því hvernig þetta mál ber að. Auðvitað mér alveg ljóst hver stefna borgarinnar til 2040 en engu að síður að þá finnst mér þessi brattanálgun og hvernig þeir borgin stígur fram á þetta svið og fer að taka fyrir einn þjónustu þátt fyrir borgarbúa og segja að það er að takmarka aðgengi að honum
Og maður getur það alveg velt fyrir sig hvort að þetta sé lýsandi fyrir það sem koma skal, gagnvart hverju sem sem nýtur að þjónustu við borgarbúa. Já. Nú líka annað, sko, og það hefur nú áður komið fram í viðtölum okkar eða samtölum okkar hér að það eru 300–400.000 bílar nú þegar, flotinn 300–400.000 bílar í landinu og á hverju ekki að leyfa markaðnum núna á næstu 10–15 árum að sjá þessi skipti? Ég sammála því, ég hefði talið það miklu heppilegri leið og ég vek athygli á því líka að þessi ökutæki sem eru hér í landinu í dag og nota jarðefnaeldsneyti, þeim mun ekki fækka svo hratt og ný orka koma í staðinn, þannig að þetta geti talist raunhæft, þannig ég held að þurfi bara lengri tíma og það þarf ákveðið þjónustustig, ég bara endurtek það þarf ákveðið þjónustustig til þess að þjóna þessum ökutækjum og borgarbúum. Og ég á hreinlega ekki von á því að þetta muni ganga eftir, finnst áætlunin óraunhæf og hefði kosið það að það hefði verið miklu meira samtal þetta. Við höfum átt einn fund með borginni núna í janúar, þar sem þeir sögðu við okkur hvað var í framundan og þá var ekki búið að tala 5 ár, það var mun lengri tími sem var í kortunum, sem ég held að sé miklu raunhæfari leið. Við ætlum að bregða líka hérna á skjáinn, þá ætlum ég að bregða kökuriti sem sýnir losun koltvísýrings eða CO2 og þar kemur fram og þú reyndar bent á það áður að bílar að losa 4%, 4–5%, skipin held ég 1%. Þannig að þetta hlutfallslega sko þegar verið að fara að bílaeigendum með þessum hætti. Þá þetta svona hlutfallslega, lítið mál finnst manni í stóru myndinni og taki menn eftir að flugið algjörlega fyrir utan þetta. Já, ég hef nú reynt að vekja athygli á þessu vegna þess að umræðan hefur verið villandi oft á tíðum. Það alveg rétt að flugið til dæmis ekki tekið inn og það má geta þess hér að 4 manna fjölskylda sem fer til Tenerife einu sinni á ári, hún mengar meira með þessari ferð sinni heldur en einkabíllinn gerir á einu ári. Og það að gera svo margt annað þegar við erum að tala loftslagsmálin. Það var frábær frétt í vikunni fyrirtæki í Eyjafirði sem heitir Molta sem að vinna á lífrænum úrgangi og búa til bæti fyrir jarðveg. Og það kemur fram að þar með þessari aðgerð þá eins árs framleiðsla í Moltu hún mun kolefnisjafna alla bíla á Eyjafjarðarsvæðinu í 2 ár. Þannig að það alltaf að gera svo margt þegar við erum að tala loftslagsmál. Ég held bara að þessi aðgerð sem tiltölulega brött hún sé ekki í takt við það sem í rauninni þörfinni fyrir. En við skulum sjá, við eigum eftir að taka þetta samtal við borgina og við eigum bara að sjá hvert útspilið verður. Ég tók líka eftir því að forstjóri N1 eða Festi, að hann talaði að sér þetta nú ólíklegt að þetta gengi eftir á 6 árum. Hann, ef ég man þetta rétt, þá talaði hann 10 árin, að það nú vantarlega að halda sig við það. Forstjóri Skeljungs kom með óvænta yfirlýsingu og sagði að þetta kannski hentaði þeim. En það breytir því ekki. Einn af svona þekktari mönnum í viðskiptalífinu Hermann Guðmundsson sem framkvæmdastjóri eða forstjóri Kemi og hann mjög virkur á Facebook og hann var með mjög skemmtilega hér frétt þetta og hann segir sko hvað næst á að fækka sorpgámum til að minnka úrgang, á að fækka börum til að draga úr áfengisneyslu. Hann svona setur þetta í komiskt spektrum en það breytir því ekki að svona gagnast versluninni í landinu, gagnast svona þjónustu fyrirtækjum. Þá finnst manni þetta einhvern veginn svona vera svona svolítið gerræðisleg ákvörðun og býsna brött. Þetta þarf samvinnu. Ég sammála því og Hermann dregur svona upp svolítið komiska mynd af þessu en öllu gamni fylgir nú alvara og ég get tekið undir margt af því sem Hermann að segja og undir áhyggjur hans af því sem koma skal. Ég held að borgaryfirvöld sem hafa þær skyldur að tryggja borgarbúum góðan aðgang og þjónustu eigi þá að vera í góðu samtali við þá þjónustuaðila sem hann að veita. Hér hefur ekki átt sér stað neitt samtal. Það að aðrir samkeppnisaðilar okkar á markaði hafi þá skoðun að þetta hendi þeim vel, þá vil ég bara vekja athygli á því að það hefur ekkert komið veg fyrir það að þeir hefðu ekki getað fækkað sínum stöðum eins og þeir hafa viljað í gegnum tíðina. Það þarf ekkert stórt risa samráð við borgina það verkefni. Svo að ég held að samtalið sem framundan núna, það verður sjálfsagt fróðlegt og við þurfum að lesa í það. Ólís með 10 eldsneytistöðvar í Reykjavík, það nú ekki meira. Þannig að þetta veldur ekki neinum straumhvörfum í okkar rekstri. En ég vek hins vegar athygli á því að þó að stöðvunum verði fækkað, þá ekki þar með sagt að þeim lítrum sem eru seldir fækki mjög mikið. Það má sjálfsagt kalla á einhverja hagkvæmni fyrir þessi fyrirtæki, en þjónustustigið sem eftirspurn hefur verið eftir hingað til,
það mun láta á sjá og það verður þá meiri tími sem fer í það að ferðast á milli stöðva og jafnvel skapast einhverjar biðraðir og biðtíminn eykst. En við þurfum bara að sjá hvernig þetta fer. En ég vek athygli á því að meðan lítrunum fækkar ekki þá erum við bara í svipaðri stöðu hvað varðar loftslagsmálin. Og þið hefur náttúrulega líka vakið athygli á því lengi vel að þið eru á kolefnisjafna vegna þess að þið hafi verið líka að gróðursetja og þess áttar og það auðvitað skiptir miklu máli. Já, ég held að við eins og aðrir, við höfum bara, hugur okkar við þessi loftslagsmál og umhverfismál, þannig að við leggjum okkur að mörkum í því. Við höfum hægt og bítandi verið að færa okkur inn með nýja orkugjafa eins og metangas eða rafmagn, þannig að við erum að bjóða í dag þessa 34 orkugjafa. Þannig að við sem sýnir það að atvinnulífið í sjálfu sér ábyrgt og tekur ábyrgð á því sem að gera og leggur sitt að mörkum til þess að halda umhverfinu hreinu. Já. Jón Ólafur Halldórsson, þetta komið hjá okkur. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk. Næst það auglýsingar en farið ekki langt. Hér á eftir María Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Innovation House og Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs Íslands. Velkomin í þáttinn aftur. Við lítum sem snöggvast inn í Kauphöllina, Nasdaq Iceland og skoðum gengi hlutabréfa. Næsti gestur minn María Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Innovation House hér á Eiðistorgi og 3 mannustjóra í valdi á Íslandi. Velkomin í þáttinn. Kæra þakki fyrir að bjóða mér. Glæsileg og mikil starfsemi hér, sprotafyrirtækja í Innovation House. Segðu mér eitt, hvað eru mörg sprotafyrirtæki hérna? Þau eru núna 22, þau eru stundum fleiri en núna eru nokkur fyrirtæki sem eru að nota fleiri en eina skrifstofu. Já. Svo hafa farið gegn hjá okkur rúmlega 20 fyrirtæki sem eru flogin úr hreiðrinu. Býtu, það eru 20 fyrirtæki, María, sem eru flogin úr hreiðrinu? Já. Og já, það er nú mikill árangur. Hvenær var þetta sem að Jón von Tetzner setti upp þetta frumkvöðlasetur? Hann opnaði þetta á haustdögum árið 2013. Já. Og það var strax fullt út úr dyrum hjá okkur. Það var strax fullt út úr dyrum. Og búið að vera ótrúlega skemmtileg. Hver var í rauninni hugsunin og hugsunin með þessu? Hugsunin með þessu að styrkja sprotafyrirtæki og frumkvöðla svona á fyrstu skrefum þegar fólk að stofna fyrirtæki. Já. Og að því að fólk svona að byrja þá húsaleigan lág. Þannig að þarna verið að veita þá mjög ódýra húsaleiga. Já, það ódýr húsaleiga en í rauninni okkar stuðningu við frumkvöðlana í rauninni að bjóða þeim upp á svona samfélag frumkvöðla. Þetta samfélag frumkvöðla þar sem þeir hjálpa hver öðrum, vinna hlið við hlið á milli þess sem þeir sinna sínum eigin og þarna ertu þá með svona samfélag frumkvöðla og menn eru náttúrulega hver í sínu þá horni og hver á sínu sviði. Já. Og svo hittast menn og fá sér bita saman eða hádegismat og fleira. Já, og þau vinna mjög mikið saman líka og hjálpa hvert öðru. Já, þeir vinna saman? Já, þau gera það oft og við erum líka svona eins og einn stór fjölskylda þannig að við skiptumst á að hafa morgunmat á föstudögum, við erum með sameiginlega árshátíð og alls konar svo viðburði eins og við séum eitt risafyrirtæki þó við séum mörg. Já. Nú það líka þannig að þið Innovation House hér á Eiðistorginu. Já. Nú Innovation House líka í Boston eða Magnolia. Já, við erum með svona systursetur norður af Boston í Magnolia. Já. Þetta alveg óskaplega fallegu staður og gott að vera þar. Og þetta Jón von Tetzner keypti gamalt hótel. Já. Og við nýtum það fyrir frumkvöðlana okkar. Þannig að við getum farið þangað og unnið og gist. En það ekki líka rétt hjá mér, María, að frumkvöðlarnir hér sem eru í þessi sprotar, sem hafa það markmið að fljúgur hefur, að þeir geta farið vestur haf og kynst þannig þessu sprotaumhverfi þar og verið í ókeypis gistingu. Jú, sko allir leigjendur hjá okkur, allir sprotarnir okkar geta farið til Magnolia og gist í Innovation House og unnið þar
annarkvort ef þeir eru bara í vinnutörn eða eru að koma sér á framfæri á Bandaríkjamarkaði eða bara vilja skipta umhverfi og þetta er bara partur af því að vera leigjandi hjá okkur. Já. Ég og við Haukur tæknimaður, við heimsóttum ykkur núna þig á dögunum upp í Innovation Hub og það er mjög líflegt að koma þarna. Nú þar er til dæmis fyrirtæki sama sem heitir Size Size Advice. Size Advice. Þetta er fyrirtæki sem kalla sig tískutæknifyrirtæki. Tískutæknifyrirtæki. Já. Og þetta er fyrirtæki sem er að hjálpa fólki að kaupa föt á netinu á einfaldari hátt. Réttu stærðina. Réttu stærðina, já. Nú þarna var líka fyrirtæki sem heitir Genki. Já, Genki Instrument. Þeir eru tónlistartækni fyrirtæki. Og svo erum við með fleiri, Spectaflow til dæmis. Já, þeir eru eitthvað tengdir svona, er það ekki að halda utan hótel og hótelrými, getur við? Jú, þeir eru með svona samvinnulaust fyrir hótel og gististaði. Já. Nú þarna var líka hvað, Porcelain eða hvað? Porcelain Fortress, jú, það er eitt af leikjafyrirtækjunum okkar. Já. Og þeir eru rauninni að hanna leiki gærdagsins með tækni morgundagsins. Þetta er svo fallega að hugsa hjá þeim. Já, það er fallega. Nú síðan þegar við gengum þarna að þá náttúrulega auðvitað Vivaldi sem er með þennan Vafra. Já. Eigum við ekki að segja því að það var viðtalið við Jón og það var fyrirsögnin var einhvern veginn Vafri þeirra sem eru sjóaðir á netinu. Já, Vivaldi er svona Vafri fyrir kröfuharða netnotendur og í rauninni bara Vafri fyrir fólk sem veit hvað Vafri er og notar það mikið og kann að nota hann. En þetta er auðvitað líka Vafri fyrir bara alla. Já. Síðan auðvitað hér, þar sem að Hringbraut er, hér á Eiðistorgi, þar er hér bara fyrir ofan okkur í stúdíónu, næstaði fyrir ofan. Þar er hvað Solid Cloud? Solid Clouds, það er líka leikjafyrirtæki. Þeir eru að þróa herkensku leik sem heitir Starborn meðal annars. Já. Og þeir byrjuðu hjá okkur þegar við opnuðum bara á degi 1. Já. Og þá voru þeir 2 í litlu herbyggi. Litlu herbyggi hérna. Já. En eru núna komnir hérna í risastórt og ofboðslega skemmtilegt rými hérna fyrir ofan ykkur. Eru bara með aðra hæðina undirlagða. Já. Þetta er ofboðslega gaman að fylgjast með. Þetta er dæmigerða fyrirtæki, María, sem hefur flogið úr heiðrunu. Já. Nú síðan ertu náttúrulega hérna með, það er kaffihús hérna rétt hjá það. Já, Jón. Kaffihúsi Örnu. Já, Jón á kaffihúsi Örnu. Já. Og við höfum auðvitað bara öll sem að vinna með Jóni hjálpast að við að koma þessu á kaffihúsinu. Þannig að þangað farið og fáið ykkur bitastuti með þeim? Alltaf í hádeginu. Alltaf í hádeginu og kaffi. Og ís og eftir. Já. Heyrðu, bara örstuðt í lokinu þetta frjótt andrúmsloft hér á Eiðistorginu hjá okkur, en þið er það ekki að fara núna hópur hjá Vivaldi í Vestrum haf? Jú, við erum að fara í 7. sinn og ætlum að vera allt Vivaldi teymið, bæði við sem erum hér á Íslandi og þeir sem eru í Noregi og allir bara sem eru út allan heim og við hittumst öll í júní og vinnum saman og búum saman í heilan mánuð og þá gerast hlutirnir. Góður samhringur. Nú, María Þorgeirsdóttir, gaman að fá því þáttinn. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk. Næsti gestur minn er Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Þú skrifaðir ásamt Konráð S. Guðjónsssyni, hagfræðingi Viðskiptaráðs, frábæra grein að mínum mati í Morgunblaðið síðastliðinn föstudag. Og það er ofeldi neikvæðni púkans. Og þetta er svo gaman aðeins, þetta er svo frumleg nálgun fyrst mér. Það er að segja að hér eru við oft Ísland að mælast mjög hátt í mörgum könnunum alþjóðavettvangi, að hér sé gott að búa, hér sé gott að lifa, hér sé ágætlega sterkt atvinnulíf, lágt atvinnuleysi eða lítið atvinnuleysi og þess áttar. Hvað kom til að þið skrifuðu þessa grein? Já, kannski einmitt út af þessu sem þú ert búin að telja upp. Við sátum á fundi saman teymið niðri í Viðskiptaráði og vorum svona að velta fyrir okkur svona eftir kjarasamningana og það sem var svona búin að gerast í þjóðfélaginu, að það væri oft svo ofboðslega neikvæð nálgun við allt. Og svona það sem triggaraði þetta var kannski að
Í marsmánuði þá var frétt það hefði fækkað ferðamönnum Keflavíkurflugvöll 13% en þegar upp var staðið þá var ekki nema 6% fækkun til Íslands. Og sama í rauninni í morgun var ég að lesa apríl. Það var 25% fækkun í Keflavíkurflugvöll en 13% fækkun til Íslands. Sem miklu jákvæðari frétt. Þetta eru skiptifætt. Þannig að við fórum svona að velta fyrir okkur. Ég meina af hverju þessi neikvæðni? Og við höfum líka verið svolítið að vera með svona staðreyndavitund. Við hófum það að gera það eftir að við lásum flest öll bókina Hans Rowling factfulness og þar kemur fram að heimur batnandi fer. Við höldum alltaf að heimur versnandi fer en í rauninni fer hann batnandi. Það minni fátækt í heiminum, það meiri aðgengi að vatni, það minni ungbarnadauði og svo framvegis og það sem kemur manni svo óvart þegar maður tekur til þeim svona staðreyndavittunarpróf að oft heldum maður að hlutirnir séu neikvæðir eða þeir eru. Og þess vegna sagðum við, ok, veltum fyrir okkur núna, tökum 10 atriði sem eru jákvæð og það var mjög auðvelt að finna þessi 10 atriði og við vildum bara svona vekja athygli á því að við erum svolítið að ala stundum upp í þessum, við erum með 2 púka, jákvæðni púkan og neikvæðni púkan og neikvæðni púkin hann tekur stundum yfir og þetta svona eins og við vorum að tala þetta svona svolítið sálrænt þó að við erum nú ekki sálfræðingar að þá þetta svona hjá okkur mannfólkinu þá leitum við oft í þetta neikvæða í staðan fyrir þetta jákvæða. Og þið segið þeim í greininni eitthvað á þessa leið að jákvæð frétt, fæðing lítils barns eða ungbarns, hún vekur ákveðna athygli og jákvæð viðbrögð í heilunum en neikvæðar fréttir vekja enn miklu sterkari. Og það gaman að segja frá því að þegar ég las fyrst greinina, það sýna nú hvað maður neikvæður, ég las þetta fyrst sem ekki ofbeldi, heldur ofbeldi neikvæðni púka. Og það hefur kannski verið ástæðan fyrir að þú fórst að lesa greinina. Þannig að þarna reynir maður þetta á sjálfum sér. Já, maður reynir þetta svolítið á sjálfum sér og þú vísar þarna líka ráðstöfnu sem Rósbjörg Jónsdóttir var með, það var þetta 10. atriðið. Þar erum við öðru sæti svona lífskjör og hversu gott að búa á Íslandi. Já, það alveg, og í rauninni má velta fyrir sér, þessi verk að þjóðarframleiðsla, þessi mælikvarði sem við eigum að mæla núna, lífskjör. Og ég veit til dæmis í Ástralíu forsætisráðherrann farin að tala það við þurfum að taka inn fleiri þætti og ég fór nú aðeins inn í það í raðinu minn á viðskiptaþingi. Og auðvitað sú mælikvarði, ég meina við erum nú með 2 í þeirri vísutölu og það náttúrulega svo margt til dæmis, ég var að fara bara yfir það í morgun, ég meina við erum að sjá núna eingöngu eða nýjasta hagspá frá Hagstofunni sem komum út á föstudaginn, við erum að sjá eingöngu í þeirri spá 0,2% samdrátt. 0,2% samdrátt sem áætlar á þessu ári. Samt erum við búin að fá þessi áföll sem var fallvá og loðnubrestur og 0,2% samdráttur náttúrulega ekki neitt eftir svona mikið vöxt. Og svo strax á næsta ári erum við að sjá 2% hagvöxt og svo betra þeirra á líður. Þannig að það ekkert tilefni til þess að vera neikvæður. Og þess vegna langaði okkur svo að draga þetta fram og athuga hvort við gætum ekki hreyft við fólki að þegar að neikvæðni púkinn kemur og að þú sért ekki að ala hann, heldur sért að grípa þá til þessa magra púka sem situr á hinni öxlinni sem kannski jákvæðni púkinni. Fræg orð bæjarstjórans í Kópavogi á sínum tíma gott að búa í Kópavogi en það reyndar má segja að það sé gott að búa á Íslandi og við getum sagt það líka að heimur batnandi fer, það finnst mjög gott hjá þér. Heyrðu, örstutt í lokin, ég hef náttúrulega tekið við nokkuð viðtöl í gegnum tíðina og þú hefur vakið athygli á því að það þessi fjölbreytni, hvað mikilvægi fjölbreytileikans? Já, við höfum verið með málefnahópa innan viðskiptaráðs, við höfum verið með nýsköpunarhóp, við erum núna búin að stofna umhverfishóp og svo erum við með efnahagshóp og einn hópurinn okkar breytnihópur. Það sem við höfum svona verið að leggja áherslu á 4 atriði fjölbreytileikans. Eitt kyn, annað aldur, þriðja svona þjóðernið, bara þjóðmenningarleg fjölbreytileiki og síðan það rekstrarformið. Og fyrir mér, ef þú ert að taka þennan fjölbreytileika, sama hvar hann liggur, að hann skilar svo mikilli hagsæld
og við erum svona að leggja áherslu á það núna í þessu mánuði og við munum svona vera með vídeo bæði á Facebook og okkar síðu og við erum með uppákomu með forsætisráðherra á degi fjölbreytileikan sem er 21. maí til þess að vekja athygli og ég hef svona verið að hvetja viðskiptalífið og atvinnulífið til þess að horfa þennan fjölbreytileika. Ef við tökum til dæmis aldur að þá er þessi miðja oft svo vinsæl. Ég meina þeir sem eru svona 35 til 55 eru svona varðan í atvinnulífinu. En við erum kannski ekki ofta að horfa eða hlusta eða hugsa unga fólkið og heldur ekki þá sem eru kannski komnir 60 plus og ég meina allir þurfa að hætta 70, við erum að sóa ofsalegum verðmætum í bæði unga fólkinu og eldra fólkinu. Þannig að þú veist, þessi fjölbreytileiki myndi ég segja skapar hagsæld. Við þurfum náttúrulega ekki að ræða rekstrarformið, við vitum að það skapar líka hagsæld. Við höfum séð til dæmis að sérfræðilæknar eru allir í einkarekstri, viljum við hætta því. Þannig að þú veist, það er þetta blandaða, ekki að vera bara með eitt kyn, ekki bara karla, ekki bara konur. Þannig að fjölbreytileikin fyrir mér skapar hagsæld. Þetta kom ég á okkur, verðmæti, eins og þú segir, það leynast verðmæti í fjölbreytileikum. Algjörlega. Katrín Olga Jóhannesdóttir, kæra þakki fyrir komin. Takk. Takk. Að lokum lítum við aftur á blaðið mitt Fjármál og ávöxtun sem við sagt frá að undanförnu, en blaðið má nálgast sem veftímarit hér á hringbraut.is. Fleiri er ekki í þættinum að þessu sinni. Við sjáumst eftir viku. Verið þið sæl.